Komið sæl, páskadagur var bjartur og sólríkur víða sunnan og vestanvert landi í dag og norðausturhorninu gengu inn stöku él og gerðu það einnig svona sumstaðar þegar dró vestur eftir með norðausturströndinni. En það verður nú svona öllu meiri kraftur í verðinu hvað varðar morgundaginn. Við erum hér með nokkuð myndarlega lagið suður í hafi sem er enn að dýpka. Kemur hér askvaðandi upp kortið og svona lægsti þrýstingur í lagamiðin og morgun verður 960 millibör en til skilin koma hér upp að ströndinu þá í fyrramálið verður bæði hvasst og kviðótt á undan skilunum og sem og hríðaveður nokkuð víða land. Lægðin sjálf og skilin bera með sér hlýra loft og viðbúið því að svona fyrstum sinn þegar skilin koma hér upp að ströndinu þá verður þetta snjókoma eða slita en svo ætti nú að verða meiri blót í úrkomunni þegar skilin ganga lengra inn á landið. Þá fyrstum sinn þá hér sunnantölu landinu en síðan meir einnig fyrir norðan. Hlýnandi veður sem sé. En á nærsviðinu sjáum við það var bjart veður hér klukkan 19 en það mun bæði byrja að hvessa og þykna upp þegar líður á nóttina. Getum fengið eitthvað bakka hér inn á suðvesturhornið síðar í kvöld tíma. En við sjáum að það að herða á vindi hér með suðurströndinni í fyrramáli. Fyrstu viðvaranir, hríðaviðvaranir að detta inn hér klukkan 7 eða 8 í fyrramáli þá á suðaustur og Suðurlandi. Þetta eru þá gula viðvaranir fyrst sinn og klukkan 8 í fyrramáli verður þetta á staðan á þessa leið. Svona rétt yfir frostmarki hér sunnan og vestan til áfram frost fyrir norðan og enn sem komið bjart þar slóðir. En svo heldur áfram að bæta í vind og þykna upp þegar líður á daginn og við sjáum að það fjölga viðvaranum, það breytum lit, verða appelsínugular hér sunnan til á landinu þegar komið er framundir undir hádegi. Þá það hríðar viðvaranir sem appelsínugular hríðaviðvörun hér á Suðausturlandi sem á hálendinu en það hvassviðri fyrst og fremst þá sem aðamáli hér á Suðurlandi og við Faxaflóa. Og einnig hríðaviðvaranir þá á Norðurlandi vestra og vert að taka fram að við erum að sjá kröftuga hviður í þessu hér syðst á landinu, þar geta hviður farið yfir 45 metra á sekundu sem og einnig þá staðbundu hér á Vesturlandi og fyrir norðan má sjá einnig að hviðinu þar geti farið þetta 35 til 40 metra á sekundu þegar skili ganga norður yfir landið. En í framhaldum síðan þá sjáum við að skilin ganga hér norður yfir og vindátt verið smán saman suðlægri og við tekur svona, ég getur sagt, rigning á köflum hér sunnan og vestanlands, nokkuð kröftugur vindur, allt hvass eða hvass á þriðjudaginn, svona megnið af deginum, en bjart veður á norðausturhorni landsins og þar getur hitihæglega verið í 10 stigum eða farið rétt yfir 10 gráðunar. Verður meira en þetta 5-6 stig hér sunnan og vestan til á landinu og nokkuð þungbúið þar og rigning á köflum og getur einnig verið nokkuð hvasst eins og á norðaverðu Snæfellsnesi þar sem að vindi getur farið yfir 20 metra á sekundu svona allavega tímabundi. Og breytingin síðan fram til þriðjudags þá svona slaknar á þessu veðri. Það kemur reynda síðan aðfaranótt miðvikudags upp ný í lægð upp að landi með skilum sem að ganga hér inn á miðvikudags morgun, ekki sama afli í þeirri lægð en verður væntanlega nokkuð þungbúið allan á sunnan og vestan til á landinu og allt hvass vindur svona fyrst á meðan að skilin að ganga yfir. En hins vegar á fimmtudaga þá að sjá að það verður öllu rólegra veður, vestlæg átt svona heilt yfir á landinu og skúraleiðingar þá sérstaklega hér vestanvert landið. Háþrýstisvæði síðan að stjórna veðrinu svona í mið-Evrópu, það eru lægðir reyndar í Skandinavíu, öllu síðra veður þar, við sjáum að hitatölur eru víða komnar vel yfir 20 stigin hér í suðurhluta Evrópu, til og með Róm og jafnvel að skríða yfir 30 stigin á suðurhluta Spánar. Hvað var að Kanaríar, þá nú norðvestlátt þar á morgun og svona til þess að aðgera lítið veður, en í Norður-Ameríku þá að sjá að það svona töluvert látað í þessu veðri og hiti svona mikil vel yfir 20 stigum hér í Suðurríkjunum en nærri frostmarki þegar við erum komin til Kanada. Sem þetta gott að vera í dag, verið sæl.